Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst ætlum við aðeins að tala Saturday Night Fever en það nemendasýning Verslunarskóla Íslands og þau eru að hugsa að mæta hérna norður og halda sýningu fyrir okkur í sveitinni. Vertu velkomin Styrmir. Takk fyrir það. Hvað geturðu sagt mér? Maður þekkir nú alveg til þess að Versló hefur einhvern veginn alltaf haft brjálæðislega stórar leiksýningar. Já, við setjum mikinn metnað í söngleikinn okkar og við erum með söngleik hverju ári. Og í þetta skipti það að við erum með söngleik í 80. og annað skipti. Já. Þannig að þetta löng hefð. Og rosa batteri. Já, mjög stór batteri. Það eru yfir 200 nemendur sem koma á sýningunni og svo náttúrulega allir aðrir leikstjórar og handritshöfundur og fullt af öðru fólki en það eru 200 nemendur sem koma að öllu verkinu. Og hvernig virkar þetta ef að fólk vil vera með í Versló? Er ekkert mál að fá hlutverk í svona sýningu? Það pínumál. Það eru hátt upp í 400 pröfur sem við erum með á hverju ári. Og í ár voru hátt upp í 300 mann sem fóru í pröfur og það eru söng, dans og leikpröfur sem við erum með mikil eftirsókn. Það er bara þannig, það er aðalatriði að vera með? Það er aðvilja allir vera með. En þetta er náttúrulega bara eins og risa fyrirtæki. Hvernig er það fyrir ykkur sem standi að þessari sýningu að koma einni upp? Það er aðeins meira en að segja það. Já, þetta er búin að vera ansi mikil vinna. En við erum með fullt af duglegu fólki og við erum allir að hjálpast að gera þetta því sem þetta getur orðið. Þannig að við erum bara... Og hvað getur þú sagt mér þessa sýningu? Er þetta dans, söngur, fjör, gleði, glimmer? Þetta er bara algjör glimmersprengja. Við erum með þennan söngleik Saturday Night Fever sem er í annað skipti settur upp að Versló. Við settum hann upp fyrst 97. En núna erum við með hann aftur og það er hann Þorvaldur Davíð sem leikstýrði þessu og Björn Bragi úr Með Íslandi sem skrifaði handritið og hann stóð sig með einstakri prýði ef þeir báðir. Þannig að þetta er væntanlega líka skemmtilegt og fyndið eða hvað? Jú, þetta er mjög fyndin sýning og full á dansi og það er Stella Rosenkrantz sem að sá að koreografa. Þannig að þetta er stútfullt af dans og söng og frábær sýning. Nákvæmlega. Og það hlýtur að vera, þetta er svo mikil vinna við svona, þetta er næstu eins og aukavinna með skólanum hlýtur að vera, tekur þetta ekkert frá náminu? Þetta tekur alveg sinn toll, jú, það má viðurkenna það en það er algjörlega þess virði. Er þetta ekki líka nám í þessu? Bara... Algjörlega. Þetta er þvílík reynsla og það er ómetanlegt svona hvað maður fær út af þessu í lokin og maður bara að vinna sem teymi með þetta sameiginlega markmið og maður lærir alveg fullt. En er þetta ekki dýrt? Þetta er ansi dýrt, jú. Og sérstaklega það sem við erum nemendafélag og erum að reyna að koma út bara á núlli. Þannig að það er ansi oft erfitt að reikna þessu út svona gagnvart því en við erum með styrktaraðila sem styðja við bakið okkur og erum með fullt af sýningum sem til að kofara kostnað og erum núna með sýningu í Hofi 14. mars. Já, þeir eru að mæta norður. Hvers vegna að mæta norður til Akureyrar með svona nemendasýningu? Við náttúrulega bara viljum dreifa okkar sýningu bara út all land. Við erum rosalega stolt af sýningun okkar, hún er alveg einstaklega flott í ár, þó hún sé alltaf flott. Og við erum rosalega og bara frábært að koma hérna til Akureyrar og fá að kíkja á bæinn og vera með sýningu bara Roadtrip líka, kannski bara svona líka skemmtilegt að gera það? Já, náttúrulega algjört bara hópefli fyrir alla og því líkt skemmtilegt að koma hérna og sýna, náttúrulega með frábæra aðstöðu í Hofi og... En er ekkert mála, hvar eru það að sýna venjulega? Við erum að sýna í Austurbæ í Reykjavík. Já, er ekkert mála að færa? Jú, það er svolítið mál, en já, það er töluvert veginn að færa heila sviðsmynda en okkur tekst þetta. Já, náðu það að æfa á sviðinu fyrir og svona? Vonandi. Það er tíminn naumur en við náum að vera með brennsli og svona áður en að sýningin hefst. Ég giska nú á að minnstakosti bara að margir myndu vilja mæta á svona sýningu og þau geta væntanlega að fara bara inn á menningarhús.is? Já, inn á menningarhús.is. Þar miðasala er að hefjast núna bara í dag. Þannig að það er verið að kaupa með og við náttúrulega vonum að allir komi. Þetta er náttúrulega því skemmtileg fjölskyldusýning sem allir hafa gaman af. Já, þetta á að vera fyrir alla, þetta er ekkert endilega bara fyrir menntaskóla? Nei, alls ekki. Við viljum auðvitað fá alla menntaskólakrakka til að koma á sýningun okkar, en þetta er bara fjölskyldusýning sem allir hafa gaman af. Nákvæmlega. Og ég veit að það er mikill metnaður lagt í allt hjá ykkur, hvort sem það er eins og sjáum á hérna veglegur bæklingur eða utanumhaldi. Var ekki líka bara svolítið segja kannski meira en mörg orð að sjá trailer sem að þið hafið unnið og tónlist á baku tjöldin. Já, það er akkurat strákanir okkar í Iris sem að sáum
að gera trailerinn okkar fyrir þessa sýningu sem heppnaðist einstaklega vel. Já, mjög flott. Búin að sjá þetta er rosalega vel inni. Þetta hljómar eins og þetta sé brjálæðislega skemmtilegt. Ef við ekki bara kíkja á hana trailer. Endilega. Takk fyrir komuna. Takk fyrir. Það er Tony. Já, þetta verður löngu kominn. Tony, gríðið þig maður! Við erum að vera á seilir. Blessa! Hvað segirðu, Tony? Strákar, ég að segja ykkur að það verða svo mikið að stelpmann í kvöld. Pælið! Já, en það verður enginn að pæla í þér. Allar að pæla í mér.